Sælt fólkið og velkomin með mér í föstudagsþáttinn. Nú eins að undanförnu erum við búin að koma okkur fyrir hér í gamla pakkhúsinu á gömlu Akureyri sem sumir reyndar kalla innbæinn en þetta bara Akureyrin sem hér er. Nú það líka ágætt að komast í húsaskjól eins og veðrið þessa dagana en vonandi fer nú sumarið að koma með gróandan. Nú við ætlum að koma víða við hérna á eftir. Við ætlum að ræða framúrskarandi Norðlending. Við ætlum líka að ræða bók sem Óskar Guðmundsson var að gefa út. Nú við ætlum að spjalla við Sigurvin Jónsson eða Fílinn eins og sumir kalla kappan en hann á stór afmæli þessar mundir. Nú svo kemur Stefán Jakobsson hérna í heimsókn, stórsöngvarinn sjálfur og einnig ætlum að ræða 70 ára afmæli IBA. En við ætlum að byrja á því að ræða framúrskarandi Norðlending ársins. Hann heitir Hrafn Gunnar Hreiðarsson og það Jósi á Íslandi sem stendur á þessari tilnefningu og fulltrúi þess komin hér Rebekka Hrafntína Níelsdóttir ásamt framúrskarandi Norðlendingi ársins. Velkomin bæði tvö. Takk. Takk fyrir. Þetta kannski byrja á því að JCI, fyrir hvað stendur það? Það stendur fyrir nafninu Junior Chamber International en það alþjóðleg samtök ungra einstaklinga á aldrinum 18 til 40 ára. Þeir staðsettir út allan heim og við erum hérna núna orðin 7 félög hérna á Íslandi og við já. Og hvað það að gera svona annað heldur en að finna framúrskarandi fólk? Við bara reynum að auka jákvæðni í samfélaginu og eflum sjálfan okkur í leiðinni. Þannig að já, við viljum bara halda svona jákvæðni. Þannig séð. Efla sjálf ykkur það þá með því að halda námskeið í framkomu ræðuhöldum og þess háttar? Já, við erum einmitt nýbúin að útskrifast úr ræðu 1 og þar vorum við 6 vikna námskeið til þess að okkur að halda ræður og svoleiðis við ýmist tilefni. Þannig að framúrskarandi Norðlendingur, hvernig fóruð þið að því að finna hann? Þetta var alveg verkefni, sko. Þetta var svona viðurkenningarathöfn sem vorum að undirbúa alveg bara síðan í febrúar og komum saman, teymi og bara skipuðum verkefnastjóra sem var reyndar ég þessu sinni. En og við þurftum náttúrulega að fá dómnefnd, fengum flotta einstaklinga í dómnefnd og svo leituðust við eftir tilnefningum. Fenguð ekki fullt af tilnefningum? Jú, við fengum 8 tilnefningar þetta árið en alveg bara gríðarlega flotta tilnefningar. Var ekki vandi að velja úr? Jú, í sjálfu sér. Þetta var allt svo stórfenglegt en við vorum bara mjög samstíga dómnefndin þannig að við náðum bara að finna úr topp 3 einstaklingana sem við völdum og veittum viðurkenningu á verðlaunaafhendingunni og við bara vorum samstíga á hver myndi vera hljóta titilinn. Og hverjir voru í 3 mestu sætunum? Það var Gunnar Ingi Lárusson og hann sem sagt 17 ára einstaklingur sem verður 18 ára þessu ári. Hann að útskrifast úr verkmenntaskólanum á Akureyri eftir 2 vetrarsetu í skólanum. Eftir 2 vetur? Já, úr 3 greinum, Vá. bara útskrifast úr 3 brautum eða þannig og bara einstaklega flottur einstaklingur og hann búinn samhliða því að vera í skólanum bara á fullu. Þá hann búinn að sem sagt taka svifflugnám og einkaflugmannsnám. Það ekki það. Já, og vinna á kvöldin til þess að borga fyrir flugnámið sitt. Hver svo að tala unga fólki sig geðnilegt? Nákvæmlega. Og síðan var það Hafdís. Ég man ekki hvað heitir. Sigurðardóttir. Já, Sigurðardóttir. Hafdís Sigurðardóttir. Já, svo var það Hafdís Sigurðardóttir. Hún íþróttakona og gríðarlega flott fyrirmynd fyrir ungt fólk. Hún sem sagt var valin íþróttamaður Akureyrar 2013 og 2014 og tók þátt í Íslandsmeistaramóti í íþróttagreinum
á síðasta ári og vann til dæmis til 6 gullverðlauna á því móti og hún setti Íslandsmet í langstökki. Þannig að hún bara öflug og flott fyrirmynd. Og svo það Hrafn Gunnar Hreiðarsson, framúrskarandi ungur norðlendingur. Já. Var einingu það að hann fengi þetta veglegu viðurkenningu? Já, við vorum mun fljótari að ákveða hver myndi hljóta titilinn þetta árið. Hrafn, kom þetta ekki dálítið á óvart? Jú, ég verð nú að viðurkenna að það gerði það. Það voru þarna þessi 3 efstu kallaðir upp á svið og það var nú bara gert í stafrófsröð og vildi svo til að ég aftastur af þessum 3 sem kallaðir voru upp, þannig að ég bjóst nú til að byrja með ekki með að vera kallaður upp á svið yfir höfuð, sko. Og svo með við þessar 2 einstaklingar sem stóðu þarna hliðina á mér, sko, þess þá heldur að vinna þetta var bara hálfgert sjokk fyrir mér, sko. Það held ég hafi bara næstu hrunið niður í gólfið þegar það var tilkynnt sigurvegari, sko. Þetta lítur að vera mikil hvatning. Algjörlega, bara rosalega mikil hvatning og bara mikil viðurkenning líka bara fyrir þennan málaflokk finnst mér, sko. Það voru þarna afbragðsmaður í námi, afbragðskona í íþróttum og svo ég var valinn. Þannig að mér finnst það að segja líka mikið það, sko, að líka, þú veist, að veita verðlaun fyrir þá sem eru að berjast í þessum málaflokk. Og það var það sem mér finnst vera svo rosalega hvetjandi fyrir mig líka, sko. Þennan málaflokk segiru. Já. Þú hefur starfað mikið í Grófinni. Já. Til stuðnings geðfötluðum. Já, ég náttúrulega sjálfur öryrki vegna geðsjúkdóma og að vinna þar bara með öðrum samhliða því að vinna í sjálfum mér. Og mitt aðalstarf þar náttúrulega að vinna í sjálfum mér en eins og ég segi, samhliða því hef ég verið að hjálpa öðrum og svona, vera með hópastarf og við erum með svokallaða unghuga sem eru sérstaklega hugsaður sem félagsskapur ungs fólks með geðraskanir og félagslega einangraða og ég hef svona verið þess heiður aðnjótandi að fá að halda utan þennan hóp svona síðastliðið ár. Og þar að auki hef ég svona verið, með svona, hvað á ég að segja, annan fótinn í stjórn Grófarinnar svona og eiginlega komin á fullu þangað núna. Og var svo núna nýlega kosin í stjórn Geðvendafélags, Akureyrar og nágrennis. Þessari starfsemi í Grófinni, hvar er hún? Já, við erum til húsa í Hafnarstræti 95, það er sem sagt það sem apótekarinn er í göngugötu, við erum upp á 4. hæð þar. Og skattstjórinn til dæmis líka. Já, við erum beint á hæðinni fyrir neðan skattstjórinn. Þeir sem koma niðurbrotnir frá skattbænum, þeir geta leitað til líka. Já, það hefur verið svona gegnum gangandi hjá okkur og einu sinni, einn og einn kemur svona, eða segist allavega að vera að koma þaðan, hvort sem það er satt eða ekki. Þetta er svona, kannski svolítið óplægður akkur. Glíma geðfatlaðir enn við svolítið fordóma í samfélaginu. Já, því miður er það og jafnvel bara á sumum stöðum meira en svo litla, sko, því miður. En það má náttúrulega ekki gleyma því að fordómar stafa stóru liti til vegna bara vanþekkingar. Fólk þekkir einfaldlega ekki málaflokkin og ég vil meina það sé þess vegna en ekki að því að fólk sé eitthvað endilega að líta niður á geðfatlaða að það bara veit ekki betur, sko, þekkir ekki nógu vel frætt. Og það er líka partur af því sem að mér skilst að hafi verið að verðlauna mig fyrir að við höfum verið að fara með fræðslur í grunnskólana hérna á Akureyri við í Grófinni og fórum sem sagt í haust og hvort það var ekki alþjóða forvarnadeginu með eitthvað svoleiðis og vorum með fræðslu fyrir allan 9. bekk hérna í bænum og það var alveg, sko, mér sé að sumir kennarar voru að koma til okkar bara, við erum hérna að heyra hluti bara í fyrsta sinn, sko. Þið ýttu þessu úr vör svona meira fyrir ykkar áhuga í sjálfboðaliðavinnu. Hvernig gengur að halda þessu gangandi? Það gengur bara alveg feiknar vel. Þessi hópur hefur alltaf undið upp á sig og alltaf fleiri og fleiri sem bætast í og þessi starfsemi er líka byggð þannig upp að því að þetta eru notendur heilbrigðiskerfisins og það er að segja geðheilbrigðiskerfisins að stóru leyti til sem er að nýta sér þetta og það er náttúrulega, við getum átt misgóða daga og misgóð tímabil og þetta kerfi er sem sagt byggt þannig upp að það kemur maður í mann stað þótt að ég myndi falla út þá myndi bara einhver annar koma fyrir mig og taka við af mér, sko, og halda áfram að vera með inn í fræðslunum og svona og það myndi ekki detta út þótt að ég yrði veikur eða eitthvað svoleiðis, sko. Þannig að þetta er bara átt en þetta eru allir að gera þarna þetta bara í sjálfboðavinnu og bara núna í vikunni satt ég fund með forvarnateymi Akureyrarbæjar sem sagt við nokkur úr Grófinni og við erum komin bara inn í forvarnateymið. Verðum með fræðslur bæði í sumar fyrir vinnuskólan og í haust fyrir sem sagt grunnskólana, 2 bekki þar. Þannig að þetta er bara
og þetta er alltaf okkar frumkvæði, skal ég segja. Og þú sjálfur, hvernig gengur þér að vinna í sjálfu þér? Það gengur bara ágætlega, sko. Ég náttúrulega, já, það er svona, ég hef alveg tekið eftir því að þetta er alveg meira en að segja það, sko. Og sérstaklega að maður er að svona reyna að vera involverður í meira en bara að vinna í sjálfum sér, af því að sko, við segjum stundum niður í Gróf að þetta er alveg 100% vinna og meira sé að næturvinna líka, sko. Bara það eitt að vinna í sjálfum sér og sínum málum, sko. Þetta er ekki spretthlaup, þetta er langhlaup. Algjörlega. Og þetta er svona góðir hlutir gerast hægt dæmi, sko. Algjörlega þannig. Gangi þér vel. En Rebekka, þetta ferli að fara í gegnum þetta, til dæmis gagnvart geðfötluðum, opnaði þetta þín augu, breyttust þín viðhorf til þeirra eftir að hafa farið í gegnum þetta? Alveg 100%. Þetta er bara gríðarlega mikil vinna og okkur fannst einmitt að þessi tilnefning kom bara á besta stað og koma til okkar og hann er akkurat að gera það sem að Jósi, bara hreyfingin, vill gera. Það er bara að opna hug fólks og segja bara, heyrðu, við erum að gera rosalega góða hluti hérna og þannig fengum við tilnefninguna. Þetta er veglegur vinnings, já, hvað maður að segja, gjald. Þetta er veglegur gripur sem þú ferð að launum, Hrafn, Gunnar og Rebekka. Ég þakka ykkur fyrir komuna og ég óska þér til hamingju með þetta og gangi ykkur vel í Jósi. Já, takk fyrir það. Nú hérna á eftir ætlum við að ræða við hann Óskar Guðmundsson sem var að gefa út nýja bók, Ekki fara langt.